lágu fyrir á 7. tímanum í morgun. Sigurvegari kosningana verður að teljast Framsóknarflokkur með 2 nýja þingmenn, en Kvennalisti og Alþýðuflokkur töpuðu verulegu fylgi. Ein af stóru tíðindunum eftir þessa kosninganótt eru þau að ríkisstjórn Davíðs Oddssonar hélt naumlega velli í þingkosningunum í gærdag. Styrkur Sjálfstæðisflokksins reyndist langt meiri en skoðanakannanir gáfu til kynna síðustu daga fyrir kjördag. Enn einn tíðindi næturinnar eru þau að Kvennalisti þurrkaðist á tímabili út af þingi í nótt, misti alla sína menn 1 klukkustunda skeið. Og loks er vert að geta þjóðvaka. Nýtt framboð undir forystu Jóhönnu Sigurðardóttur fékk ekki það brautargengi sem flokksmenn höfðu vonast eftir. Þetta eru meginniðurstöðurnar í alþingiskosningunum 1995, en við skulum fara nánar í úrslitin með aðstoð tölvutækni okkar og byrja á landinu öllu. Úrslit kosningana á landinu öllu eru sem hér segir. Alþýðuflokkur fékk 7 þingmenn, 11,4% atkvæða. Framsóknarflokkur fær 15 þingmenn, 23,3% atkvæða. Sjálfstæðisflokkur 25 þingmenn, 37,1% atkvæða. Alþýðubandalag 9 þingmenn, 14,3% atkvæða. Þjóðvaki fær 4 þingmenn, 7,2% atkvæða. Litlu framboðin ná ekki inn manni, þar á meðal Vestfjarðalisti Péturs Bjarnasonar og Suðurlandslisti Eggerts Haukdals. K stendur fyrir kristilegt framboð, M stendur fyrir framboð Péturs Bjarnasonar, N fyrir Náttúrulega flokk Íslands og S fyrir Suðurlandslista Eggerts Haukdals. Og við sjáum hérna lengst til hægri að Kvennalisti, VAF-listi er með 3 þingmenninni og 4,9% fylgi. Meginniðurstöðurnar eru þær að Alþýðuflokkur er að tapa 3 þingmönnum eins og við sjáum þarna neðst. Framsókn er að bæta við sig 2 þingmönnum. Sjálfstæðisflokkur missir 1. Alþýðubandalag stendur í stað hvað mannskap snertir og Þjóðvaki bætir við sig 4. Kvennalisti missir 2 þingmenn eða 2 þingkonur. Hingað til mín er mættur að flestra viti sigurvegari kosningana frá því í gær, Halldór Ásgrímsson, formaður Framsóknarflokksins, til hamingju. Já, þakka þér fyrir. Þið voruð, já, á maður ekki að segja, gremjulega nálægt 16. þingmanni. Þetta nú alltaf svona í kosningum, en það má segja að Framsóknarflokkurinn hefur reynd færri þingmenn eftir þetta en hann ætti kannski að hafa, því að ríkisstjórnin heldur meirihluta þingmanna en hefur ekki meirihluta. En ég er mjög ánægður með þessi úrslit og tel þetta mjög góðan sigur fyrir Framsóknarflokkinn. Ef við lítum á Framsóknarflokkinn í sögulegu ljósi, þá sjáum við það, Halldór Ásgrímsson, að þú sem formaður flokksins ert að koma mjög sterkur inn og ert með betri útkomu heldur en Steingrímur Hermannsson í hans tíð. Ef við klippum þessa mynd út sem við sjáum hér, Framsóknarflokkurinn 1995 er með 15 þingmenn og það verður að leita allt aftur til ársins 1979 þegar Ólafur Jóhannesson var við lýði, þá var hann með 17 þingmenn inni. Þetta er glæsilegur árangur. Steingrímur var nú tekinn við flokknum þá og það má segja að þegar Steingrímur tekur við flokknum þá fengum við mjög góða kosningu 1979 og það má segja að þessi kosning núna er mjög sambærileg við það sem var 1974 og 1979, sérstaklega í ljósi þess að á Vestfjörðum erum við með annað framboð, Pétur Bjarnason bauð fram sérstaklega og það vill nú svo til að það eru 717 atkvæði en það hefði þurft 683 atkvæði til að fella 25. mann D-listans. Hvað er í kortunum? Er ekki augljóst að þetta þýðir annarkvort stjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks eða 3 flokka vinstri stjórn gamalkunna frá því fyrir nokkrum árum? Já, þetta er nú ekki alveg svona einfalt. Fyrsta spurningin er að sjálfsögðu hvað ætla núverandi stjórnarflokkar að gera. Þeir eru með meirihluta á Alþingi þannig að ríkisstjórnin er ekki fallin og þeir geta einfaldlega bara haldið áfram. Það er fyrsta spurningin. Síðan eru margir kostir. Auðvitað getur Sjálfstæðisflokkurinn myndað ríkisstjórn með bæði 2 flokka stjórn, með Alþýðubandalagi, með Framsóknarflokki og hann getur líka myndað 3 flokka stjórn. En Framsóknarflokkurinn, ef hann vill mynda ríkisstjórn með núverandi stjórnarandstöðu, eins og ég hef oft lýst yfir að við munum athuga fyrst, þá höfum við ekki til þess styrk.
Þú segir að þið viljið athuga það fyrst, en hafið ekki til þess styrk? Já, samkvæmt tölunum þá getið þið mynda stjórn með krötum og alþýðubandalagi. Nei, ég er að tala sko þegar ég hef verið að tala stjórnarandstöðuna, þá hef ég verið að tala Framsóknarflokkinn, Alþýðubandalagið og Kvennalistan. Og mér finnst eðlilegt að ég hafi samráð við forystumenn þessara flokka í dag. En það hefur út af fyrir sig lítið upp á sig á þessu stigi, því aðal spurningin er þessi: hvað ætlar núverandi ríkisstjórn að gera? Kemur sterkt fylgi Sjálfstæðisflokks þér á óvart? Já, ég skal viðurkenna það. Ég átti von á því að Sjálfstæðisflokkurinn dalaði meir, en ég býst við því að þessar skoðanakannanir sem voru að koma síðustu dagana hafi reynd hjálpað þeim. Það var verið að spá Sjálfstæðisflokknum slæmri kosningu og þessi uppreikningur DVF, það er að segja kosningaspá sem að hefur stuðst við reynslu undanfarin ára, hún var ekki rétt í þessu tilviki vegna þess að það eru aðrar aðstæður. Og ég held að það hafi hjálpað Sjálfstæðisflokknum síðustu dagana, það er nú mitt mat. Það er tvennt sem vekur athygli hvað Framsóknarflokki snertir. Hann kemur sterkur inn til dæmis á mölinni í Reykjavík og eins úti á landi, til dæmis í þínu kjördæmi. Ef við skoðum Austurland Framsóknarflokkinn í sögulegu ljósi, þá vekur athygli að þið eru þarna tveir fyrstu þingmenn inn, þú og Jón Kristjánsson. Þið hafið ekki verið með betri útkomu á Austurlandi. Já, frá því, já, það er bara ekki betra frá því fyrir þessa töflu. Manstu til þess að Framsóknarflokkurinn hafi verið með betri útkomu á Austurlandi? Já, ég man nú kannski ekki nægilega. Það er fyrir þína tíð? Ég byrjaði 1974, en á árunum 1960 til 1970 fór Framsóknarflokkurinn upp í 55–56%, þannig að það hafa sést hærri tölur á Austurlandi, en þetta er afar góð niðurstaða á Austurlandi og ég er afskaplega þakklátur mínu fólki, því að við fundum það að við höfðum mikinn stuðning og áttum reyndar von á því að við hefðum möguleika þarna á 3 mönnum. Og það er ekki svo, það vantaði ekki svo mikið upp á. Svona er pólitíkin? Já, hún er svona, en ég er mjög ánægður með þetta og þakklátur öllum sem hafa stutt okkur í þessari kosningabaráttu. Takk fyrir, Halldór Ásgrímsson, formaður Framsóknarflokks. En það er vert að fara yfir í kjördæmin og ég held við byrjum í Reykjavík og skoðum niðurstöðuna í kringum landið í góðu tómi. Það er vert að byrja á Reykjavík þar sem þau tíðindi gerast að Sjálfstæðisflokkur missir einn þingmann, sömuleiðis Alþýðuflokkur, en Framsóknarflokkur vinnur annan mann, Ólaf Örn Haraldsson. Þjóðvaki er með 2 þingmenn inni þar og Kvennalisti 1 og það er Alþýðubandalag sem bætir líka við sig þingmanni. Við skulum skoða þingmenn Reykvíkinga. Samkvæmt þessu eru þingmenn Reykvíkinga Davíð Oddsson, Friðrik Sófusson, Björn Bjarnason, Geir Haarde, Sólveig Pétursdóttir, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Finnur Ingólfsson, Svavar Gestsson, Jón Baldvin Hannibalsson. Og við höldum áfram Guðmundur Hallvarðsson, Ólafur Örn Haraldsson, Bryndís Hlöðversdóttir, Jóhanna Sigurðardóttir, Kristín Ásgeirsdóttir, Össur Skarphéðinsson. Þetta fólk er kjördæmakjörið, en Pétur Blöndal, 8. þingmaður Sjálfstæðismanna, er fyrsti jöfnunarmaðurinn í Reykjavík að þessu sinni. Ögmundur Jónasson er sömuleiðis jöfnunarmaður í Reykjavík, Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir er jöfnunarmaður og síðasta jöfnunarmaðurinn er annar maður Kvennalista, Guðný Guðbjörnsdóttir, dósent. Arnþrúður Karlsdóttir var næst inn í Reykjavík, hefði fellt kjördæmakjörinn Össur Skarphéðinsson ef fram hefði farið. Við skulum fara yfir til Vesturlands og sjá niðurstöðuna þar. Á Vesturlandi er Alþýðuflokkur með 1 þingmann þrátt fyrir að tapa fylgi. Framsókn bætir verulega við sig fylgi en er með 2 þingmenn. Sjálfstæðisflokkur er sömuleiðis með 2 þingmenn. Alþýðubandalagið missir sinn þingmann og Kvennalisti er ekki með mann inni, ekki frekar en Þjóðvaki. Við skulum fá þingmenn Vesturlands. Þingmenn Vesturlands eru Ingibjörg Pálmadóttir, hún fellir Sturlu Böðvarsson úr fyrsta sætinu. Magnús Stefánsson kemur þarna sterkur inn sömuleiðis, sveitarstjóri á Vesturlandi. Guðjón Guðmundsson var lengi vel úti en hafnaði að lokum inni í 4. sæti á Vesturlandi og Gísli Einarsson er jöfnunarmaðurinn. Jóhann Ársælsson satt á þingi á síðastliðnu kjörtímabili en náði að þessu sinni ekki inn en háði mikla baráttu við sinn
flokksmann Kristinn H. Gunnarsson á Vestfjörðum og Kristinn hafði betur eins og við sjáum á næstu mynd. Þar förum við yfir á Vestfjörð og sjáum fyrst súluritið. Á Vestfjörðum ríkti mikil spenna alla nóttina, einkanlega það hvort að Pétur Bjarnason á M-lista Vestfjarðalistans næði inn manni með sitt 13% fylgi. En Alþýðuflokkur er með 1 mann, Framsókn er með 1 mann þrátt fyrir talsvert fylgistap. Sjálfstæðisflokkur er með 2 þingmenn á Vestfjörðum, var lengi vel með 3 þingmenn inni í síðastliðna nótt. Ólafur Hannibalsson datt út, 3. maður á lista Sjálfstæðisflokks undir morgun. Og Kristinn H. Gunnarsson, kraftaverkamaðurinn snjalli úr Bolungarvík, er inni samkvæmt þessu og felldi jöfnunarmanninn Jóhann Ársælsson á Vesturlandi í morgunsárið. Þjóðvegi er langt frá því að ná inn manni og sömuleiðis kvennalisti. Við skulum fá þingmenn Vestfjarða. Þeir eru Einar Kristinn Guðfinnsson, sterkur í 1. sæti, Gunnlaugur M. Sigmundsson er 2. þingmaður Vestfjarða frá Framsókn, Einar Oddur Kristjánsson er nýr á þingi, sömuleiðis Gunnlaugur. Sighvatur Björgvinsson er 4. þingmaður Vestfjarða og síðasti kjördæmakjörni þingmaður Vestfjarða. Kristinn H. Gunnarsson er jöfnunarmaðurinn, hann var líka í jöfnunarsætinu síðast. Og þess má geta Jóna Valgerður Kristjánsdóttir féll af þingi. Hún var flakkarinn fyrir vestan í síðustu kosningum en nú er flakkarinn úr sögunni og kominn í sæti í Reykjavík sem jöfnunarmaður, ef svo má orði komast. Norðland vestra, niðurstöðurnar eru þær að Alþýðuflokkurinn er þar í sögulegu lágmarki, mældist aðeins með 5% af fylgi. Framsókn bætir við sig, er með 2 þingmenn, bætir við sig prósentum. Sjálfstæðisflokkur er með 2 þingmenn inni og Alþýðubandalag 1 þingmenn inni, tapar að vísu talsverðu fylgi. Aðrir flokkar náðu ekki inn. Við skulum fá nafnalistan í Norðurlandi vestra. Þar ríkti mikil spenna það fram eftir nóttu hvort að Vilhjálmur Egilsson yrði inni og hann komst inn sem jöfnunarmaður. Páll Pétursson leiðir þingmannalista Norðurlands vestra. Hjálmar Jónsson, prófastur í Skagafirði, er næstur frá Sjálfstæðisflokki. Stefán Guðmundsson, 2. maður Framsóknar. Ragnar Arnalds er síðasti kjördæmakjörni þingmaðurinn á Norðurlandi vestra og Vilhjálmur Egilsson er inni. Elín R. Líndal átti möguleika miðja nótt en Vilhjálmur hafði betur. Norðurland eystra, niðurstöðurnar eru þær að formaður fjárlaganefndar Sigbjörn Gunnarsson er dottinn af þingi, 1. maður krata á Norðurlandi eystra. Hann var inni á tímabili en Framsókn fær 2 þingmenn, Sjálfstæðisflokkur fær 2 þingmenn, Alþýðubandalag fær 1 þingmann og Svanfríður Inga Jónasdóttir af þjóðvakalista er inni. Við skulum fá nafnalistan á Norðurlandi eystra. Niðurstaðan er sú að Guðmundur Bjarnason leiðir listan þar, Halldór Blöndal kemur næstur inn, Valgerður Sverrisdóttir er 3. þingmaður Norðurlands eystra, Tómas Ingi Olrich er sömuleiðis öruggur inni, síðasti kjördæmakjörni þingmaður Norðurlandi eystra. Svanfríður Inga Jónasdóttir er jöfnunarmaðurinn en Jóhannes Geir Sigurgeirsson var næsti maðurinn. Við förum yfir Möðrudalsöræfi og förum á Austurland þar sem kratar náðu ekki inn manni. Gunnlaugur Stefánsson datt út. Hann háði nokkra hildi við bróður sinn Guðmund Árna Stefánsson á tímabili. Guðmundur Árni felldi Gunnlaug og Gunnlaugur felldi Guðmund. Þannig var þetta á tímabili í nótt en Framsókn er í sögulegu hámarki. Á Austurlandi er með 2 þingmenn inni, nálægt 3. manni. Sjálfstæðisflokkur hlýtur 2 þingmenn og þar með fyrsta kvenþingmann Austurlands í langan tíma, Arnbjörgu Sveinsdóttur. Egill Jónsson fyrir í 1. sæti og sömuleiðis er Hjörleifur Guttormsson nokkuð öruggur inni á Austurlandi. Við skulum fá nafnalistan. 1. þingmaður Austurlands er samkvæmt þessu formaður Framsóknarflokks Halldór Ásgrímsson. Jón Kristjánsson er númer 2. Það vekur athygli að Framsóknarmenn leiða listan í 2 fyrstu sætunum. Egill Jónsson á Seljavöllum er í 3. sæti. Hjörleifur Guttormsson er síðasti kjördæmakjörni maðurinn inn. Arnbjörg Sveinsdóttir frá Eskifirði. Eskfirðingar hafa eignast þingmann, hún er jöfnunarmaðurinn en Jónas Hallgrímsson er síðasti maðurinn á Suðurlandi. Fyrirgefið næsturinn á Suðurlandi vekur það athygli að kratar er að fá þingmann. Lúðvík Bergvinsson, 30 Eyjamann, býr reyndar í Kópavogi núna. Hann er yngsti þingmaður Íslendinga, 30. Kratar hafa ekki verið með mann á þingi á Suðurlandi frá því Magnús Magnússon, fyrrverandi bæjarstjóri í Eyjum, var á þingi fyrir þá. Framsóknarflokkurinn er með 2 þingmenn, Sjálfstæðisflokkur 2 þingmenn þrátt fyrir talsvert fylgistap. Alþýðubandalag tapar litlu fylgi. Margrét Frímannsdóttir er engu að síður örugg inni, aðrir fá ekki inn. Við skulum sjá nafnalistan.
Við skulum sjá nafnalistan á Suðurlandi. Þorsteinn Pálsson leiðir listan, Guðni Ágústsson felldi hann úr því sæti á tímabili en varð að lúta í lægra haldi fyrir Þorsteini þegar leið á nóttina. Árni Johnsen er þriðji þingmaður Sunnlendinga, Ísólfur Gylfi Pálmason, bróðir Ingibjargar Pálmadóttur á Vesturlandi, er nýr þingmaður fyrir Framsókn. Margrét Frímannsdóttir er 5. þingmaður og síðasti kjördæmakjörni þingmaður Sunnlendinga og nýr maður á þingi, yngsti þingmaður landsmanna Lúðvík Bergvinsson er jöfnunarmaðurinn á Suðurlandi. Á Reykjanesi urðu þau tíðindi helst að Alþýðuflokkur tapaði hlutfallslega mestu fylgi á landinu þar en engu að síður varaformaður flokksins er öruggur inni ásamt Rannveigu Guðmundsdóttur. Alþýðuflokkur fær 2 þingmenn á Reykjanesi, hafði áður 3. Framsókn er í mikilli sókn á Reykjanesi samkvæmt þessu. Sif Friðleifsdóttir og Hjálmar Árnason skólameistari eru inni fyrir Framsókn á Reykjanesi. Sjálfstæðisflokkur fær 5 þingmenn eins og síðast, sömuleiðis Alþýðubandalag 1 þingmann eins og síðast og Kvennalisti fær 1 þingmann Kristínu Halldórsdóttur sem við heyrum í á eftir rétt eins og síðast. Kvennalisti var þá með 1 þingmann, það er rétt að geta þess að þarna fjölgaði 1 mann í þessu kjördæmi. Við skulum fá nafnalistan þingmenn Reyknesinga. Ólafur G. Einarsson leiðir listan, Árni Matthísson er næstur, Matthísen, Sigríður Anna Þórðardóttir, Sif Friðleifsdóttir, Rannveig Guðmundsdóttir, Árni Ragnar Árnason, Hjálmar Árnason, Ólafur Ragnar Grímsson, Guðmundur Árni Stefánsson er 9. þingmaður Reyknesinga. Hjálmar Árnason kemur þessu næst, Ólafur Ragnar Grímsson og Guðmundur Árni Stefánsson. Já, Kristján Pálsson er jöfnunarmaður, Ágúst Einarsson sömuleiðis og Kristín Halldórsdóttir er síðasti jöfnunarmaður, ein af 3 jöfnunarmönnum í Reykjanesi en Drífa Jónas Sigfúsdóttir þurfti talsvert til þess að fella næsta kjörna mann Guðmund Árna Stefánsson til að komast inn sem 3. maður Framsóknar. Þar með höfum við farið yfir þingmenn á Alþingi Íslendinga. 18 þeirra eru nýir, þar af 12 nýir karlmenn, 6 nýjar konur. Við erum komið með Geir H. Haarde, þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins hingað í hús. Velkomin Geir. Takk fyrir. Sjálfstæðisflokkurinn vinnur varnarsigur í þessum kosningum. Hann er með 37,2% á landinu öllu, 25 inni og styrkur flokksins reynist miklu meiri en skoðanakannanir gáfu til kynna. Þín skýring? Já, þetta er í raun og veru meira heldur en varnarsigur. Þetta er mjög mikill og merkilegur sigur sem þarna vinnst. Í ljósi þess sem hefur verið að gerast á kjörtímabilinu, erfiðrar stjórnarfórustu sem að flokkurinn hefur þurft að axla og svo í ljósi þessara skoðanakannana sem þú nefnir. Ég held að öflug kosningabarátta núna upp á síðkastið og vaskleg framganga formanns flokksins ekki síst séu nú aðalskýringarnar, auk þess sem ég held að það hafi runnið upp fyrir fólki hverjir voru hinni raunverulegu valkostir í þessari stöðu og það kemur í ljós að flokkarnir sem Ólafur Ragnar var að senda stjórnarsáttmála núna í vikunni, þeir ná ekki meirihluta. Það tókst að koma í veg fyrir það. Þannig að Sjálfstæðisflokkurinn er í lykilaðstöðu eftir þessar kosningar, eins og við þetta stemdum að. Hvað er þá í spilunum núna? Hvert er næsta skref? Já, þið hafið bent á það að ríkisstjórnarflokkarnir núverandi hafa meirihluta, þeir hafa 32 þingmenn. Er hann ekki allt og naumur? Það veit maður auðvitað ekki fyrirfram, en það er eðlilegast að, eins og fram hefur komið fyrir kosningar, að þessi flokkar tali saman. En það er hins vegar ekki svo tímapressa á þessu máli sem að kannski hefði verið ef úrslit hefði verið önnur. En auðvitað eru margir aðrir kostir í stöðunni og þið fóru nú yfir hluta þeim hérna áðan. Það er ekki hægt að spá eða fullyrða þetta fyrir en að menn hafa haft tækifæri til þess að ráða ráðum sínum og tala saman og ég gerir ráð fyrir því að við munum halda þingflokkshund, Sjálfstæðismenn, strax á morgun og fara yfir þetta. Þú áttir afmæli í gær, Geir H. Haarde, ánægileg afmælisgjöf? Já, hún var mjög ánægileg og eiginlega meira heldur maður gæti gert kröfu til. Takk fyrir komuna, Geir H. Haarde. Þessu næst ætlum við að velta fyrir okkur spennunni í nótt. Hún var á tímabili mögnuð og reyndar muna margir menn ekki eftir meiri spennu og meira langvinnri spennu í síðustu kosningum. Það hafa verið haldnar 16 alþingiskosningar á Íslandi til þessa og þetta er einhver svo mest spennandi kosninganótt sem menn hafa upplifað. Friðrik Sigurðsson frá Tölvumyndum er hér hjá okkur ásamt Sveini Baldursinni. Þeir voru með okkur hér í nótt að spá í spilin. Friðrik, hvar voru menn tæpastir? Hvað hefði til dæmis þurft að gerast til þess að Pétur Sigurðsson á Vestfjarðalista hefði komist inn? Já,
Pétur, hann þarf nú ekki mikið til þess að setja allt í gang, alls þarf hann 36 atkvæði og ef við skoðum þá á grafíkinni að þá sjáum við hvað myndi gerast ef hann fengi þessi atkvæði að hann myndi fella stjórnina. Sjálfstæðisflokkurinn fengi einum manninu minna inn. Þannig að það þarf mjög lítið að gerast þar. Það var mikil spenna alla nóttina við Framsóknarflokkinn sem að munaði litlu að feldi síðasta mann D-lista og það þarf ekki nema tæplega 700 atkvæði, 684 atkvæði til þess að fella D-listamannin og þá aftur stjórnin fallin. Og ekki rétt hjá mér að framsóknarmaðurinn hefði fellt væntanlega sjálfstæðismann? Jú, hann felldi sjálfstæðismann ef ég mista því. Nú, við vorum með spennu í alla nótt varðandi svokallar viðlaga ákvæði. Við höfum nú ekki haft tíma til þess að reikna það eða finna það út. Okkur finnst þessi kosningaúrslit merkilega stabíl. Þrátt fyrir það að Sjálfstæðisflokkur og Alþýðuflokkur sé aðeins með 48,5% atkvæða, þá hafa þeir náð meirihluta á þingi. Þannig að það þarf svolítið mikið að gera til þess að breyta þessum úrslitum, en samt við getum komið kvennalistanum út af þingi með því að fækka atkvæðum þeirra í Reykjavík 500. Þannig að ef kvennalisti hefði fengið 500 atkvæðum færri í Reykjavík þá hefði hann þurrkast algjörlega út? Já. Þetta eru náttúrulega mikil tíðindi en 500 atkvæði nú talsveit stór hluti af þeirra fylgi. En þetta vorum við nú að sjá samt í nótt að það gerðist. Hluta til vegna þess hversu atkvæðin í Reykjavík komu í slumpum. Þetta voru allt rúnaða tölur og svolítið erfitt átt að sjá þessu. En það hefði mikið skeð ef þessi hefði orðið raunin. Það held ég. Þetta var mjög spennandi í alla nótt en við skulum huga að því sem var að gerast úti fyrir utan myndverið. Alla þessa nýliðnu nótt Davíð Oddsson lýsti kosningaúrslitunum sem stórsigri í gærkvöldi. Við skulum heyra hvað hann hafði að segja í nótt. Davíð Oddsson virðist sigra skoðanakannanirnar. Já, það er í fyrsta sinn sem það gerist að Sjálfstæðisflokkurinn, ef að þetta gengi eftir, væri með mun meira fylgjan í skoðanakönnunum. Dagblaðið spáði okkur 21 þingmanni og Gallup fyrir 4-5 dögum 21 þingmanni og við heyrðum reyndar að formaður Alþýðubandalagsins var að tala afhróð Sjálfstæðisflokks sem hann var að bíða og reyndar Alþýðublaðið fyrir 4 dögum talaði afhróðið sem að Sjálfstæðisflokkur verið að bíða, verið að hrynja af honum fylgið. Og mér sýnist á þessum tölum ef þetta helst þá sé þetta í raun stór sigur fyrir flokkið sem hefur leitt stjórnarsamstarfið við mjög erfiðar aðstæður ef þetta helst, en ég segi eins og Halldór Ásgrímsson. Við skulum ganga hægt gleðina dyr og átta okkur betur á þessu. Stjórnarmyndun sagði formaður Sjálfstæðisflokks. Það er rétt sem Jón Baldvin nefndi. Ég sagði það á sínum tíma ef að stjórnarflokkandi héldu meirihluta þá yrðu þeir að byrja að tala saman. Þó ekki vera annan formsins vegna þess að ef við tölum ekkert saman þá heldur bara þessi stjórn áfram. Þannig það er nú eins hvort að menn talir saman og skoði það hvort að það sé í lagi. Því að það hefur náttúrulega komið fram heilmikill ágreiningur okkar á milli í kosningunum sem ekki er búið að leysa úr og við hljótum að hafa mynd báðir tveir með því sem við höfum sagt í kosningunum. Og ef að úrslitin eru svona þá þurfa menn alltaf að tala saman. Nú, Jón Baldvin Hannibalsson lýsti því yfir í nótt að hann hegðist ekki segja af sér formennsku í Alþýðuflokknum þrátt fyrir mikið fylgistap flokksins. Við skulum heyra viðbrögð Jóns Baldvins þegar fyrstu tölur höfðu birst í gærkvöld. Þetta er nokkuð stórt tap, 3 þingmanna tap og þarna ertu greinilega að komin með flokkinn langt niður fyrir það sem að var þegar þú tókst við honum. Finnst þér þetta ekki líta illa út fyrir flokkinn? Það er alveg ljóst að þessum tölum og ef þær ganga eftir að Alþýðuflokkur er ekki sigurvegari kosninganna. Staðan er svona, 12%, 8 menn, 2 þingmenn fyrir borð. Svona í ljósi þess sem gerst hefur, klofningsflokksins og stofnunar þjóðvaka, þá myndi nú margur segja að þetta væri nokkur varnarsigur. Ég bíð spenntur eftir Reykjavíkurtölum til þess að sjá hvað gerist í kjördæminu þar sem að fyrrum varaformaður bauð sig nú sérstaklega fram. Þetta er, ef við lítum til skoðanakannanna sem að við höfum nú til hliðsjónar, heldur betri útkoma heldur en þær skoðanakannanir sem voru í seinustu vikuna sem flokkurinn var frá 10,6 og upp í 11,5. Svo að ég tek þessu með æðruleysi og ró að sinni.
Þetta sagði hann klukkan 10:30 í gærkvöldi í fyrri umræðu formannanna. En hvað sagði hann í síðara umræðunni 2 stundum síðar? Jón Baldvin, samkvæmt nýjustu tölum yfir landið allt, þá tapar Alþýðuflokkurinn nú 5% stigum. Tæplega það, já. Þetta mun lakara heldur en það virtist vera í upphafi. 2 þingmenn fyrir borð. Hvað segir skipstjórinn í brúnni? Ætlar hann að yfirgefa skipið, segja af sér? Nei, það gerir hann ekki. Þar höfum við það. Alþýðuflokkurinn á Reykjanesi misti þriðjung síns fylgis og tapaði 1 þingmanni, Petrínu Baldursdóttur úr Grindavík. Páll Ketilsson ræddi við hann í nótt. Samkvæmt þessum tölum yngsti þingmaður landsins á síðasta kjörtímabili, Petrína Baldursdóttir, nú fyrrverandi þingmaður. Þetta hljóta að vera vonbrigði, Petrína? Já, það eru vissulega vonbrigði því að maður nú að keppa því að komast af. Hvaða þýðingu hefur þetta? Nú ert þú yngsti þingmaðurinn. Hvað ungt fólk þarna? Það er náttúrulega erfitt fyrir mig að svara því. Við náttúrulega, það lá alveg ljóst fyrir að minn flokkur í varnarbaráttu. Við höfum verið við stjórnvölinn í erfið ástandi og við höfum líka gengið í gegnum það að okkar fyrrverandi varaformaður hefur farið úr flokknum. Þannig að ég held að þetta eigi sér líka skýringar einhverju leyti í því. Þetta er verulega mikið tap, 8 til 9%. Já, eins og þetta lítur núna samkvæmt fyrstu tölum, þá er það verulega mikið tap. Heldur að það séu málefnin hjá Alþýðuflokknum í Reykjaneskjörði sem að þið hefði tapað á? Það er mjög erfitt að meta það, hvers vegna flokkurinn tapar svona, en ég kom inn á áðan, skýringuna sem ég held að sé aðalskýringin svo að það var alveg ljóst að Alþýðuflokkurinn fór út í þessa kosningabaráttu sem varnarbaráttu. Sif Friðleifsdóttir einn af sigurvegurum kosningana. Helga Guðrún hitti hana með fagnandi framsóknarmönnum í Reykjaneskjördæmi eftir að fyrstu tölur hefðu birst. Hér í Hraunholti í Hafnarfirði á kosningavöku framsóknarmanna ríkir hátíðarstemning. Sif, þú ert væntanlega ánægð með fyrstu tölur? Þetta eru alveg rosalega tölur. Þetta eru mjög betri tölur heldur en ég þorði að vona. En það stefnir alveg stórsígur í okkur framsóknarmönnum hérna á Reykjanesi. Heldur þetta endist? Ég vona það svo sannarlega og helst vil ég auðvitað bæta við. En við erum auðvitað með mjög sterkan lista og geysilega öfluga stuðningsmenn og ég vil nota tækifæri og þakka þeim kærlega fyrir stuðninginn. En hverju þakkar þið þessa fylgisaukningu Framsóknarflokksins? Ég þakka þessa fylgisaukningu því að við erum með mjög sterkan lista og mjög góð málefni og okkur tókst að koma málefnunum alveg til skila. Þakkar þér svolítið hluta af þessum sigri? Já, ég er auðvitað nýr frambjóðandi og ung og kona og það þykir nú kannski spennandi þannig að ég á nú kannski vissulega þátt í þessum sigri að sjálfsagt því ég leiði nú listan en auðvitað er það breytin sem að skipti máli og okkar stuðningsmenn þeir hafa unnið nótt við dag í núna marga mánuði og þetta er að skila sér í kvöld. Ertu farin að leggja drauga því að tryggja þér bílastæði niður við Austurvöll fyrir mótorhjóli? Nei, ég er nú ekki farin að gera það. En þú mætir á því í vinnuna? Það er næsta skref sko. Sif, samkvæmt þessu næst yngsti þingmaður Íslendinga, Lúðvík Bergvinsson sá yngsti 30. Ögmundur Jónasson, formaður BSRB, komst á þing í nótt. Haukur Hólm, fréttamaður, ræddi við Ögmund á kosningavöku Alþýðubandalagsins og óháðra á Hard Rock Café. Það verður að segjast eins og að það er pínlítið meiri stemming hér en í næsta húsi þar sem að kratarnir eru í Ömmulú. En hér rétt fyrir aftan mig er nýr þingmaður, þriðji maður Alþýðubandalags í Reykjavík, Ögmundur Jónasson. Þú ert inn á þingi eins og er. Já, í augnablikinu þetta nú allt óskaplega tæpt og við skulum spyrja að leikslokum. Þetta eru mjög spennandi kosninganótt. Ríkisstjórnin hún heldur velli þessa stundina en hún fellur á kortesfresti við geysileg fagnaðarlæti hér í salnum þegar það gerist. Þannig að ég segi ekki annað en þetta, við skulum spyrja að leikslokum. En hvaða tilfinningar bærast í þér þegar þú ert inn á þingi en ríkisstjórnin heldur? Já, það bærast, þetta er bara mjög spennandi og ég vona að ríkisstjórnin falli og hér tækist að mynda félagshyggju stjórn. Það er verkefni sem að býður morgundagsins, vonandi. Jóhanna Sigurðardóttir, formaður Þjóðvaka, lýsti yfir vonbrigðum sínum í gærkvöld eftir að fyrstu tölur höfðu birst. Sýnir þetta að þinn tími er ekki kominn kannski eftir allt saman? Það er alveg ljóst að ef þetta er niðurstaðan þá veldur hún vissulega vonbrigðum
og kannski ekki síst ef að sú verður niðurstaðan að ríkisstjórnin haldi velli og hér verði ekki mynduð félagshyggju það veldur vissulega vonbrigðum og ef að það verður vegna þess að það raunverulega segir okkur það að fólk vill ekki þær breytingar sem að við höfum verið að boða en að vísu á eftir að koma þarna inn Reykjavík og við skulum bíða og sjá hvað setur. Svanfríður Jónasdóttir nýr þingmaður Þjóðvaka í Norðurlandskjördæmi eystra. Bjarni Hafþór Helgason ræddi við hana í nótt. Ég ekki nýr þingmaður Norðurlands eystra ennþá. Það verður ekki ljóst fyrir að búið að telja öll atkvæði. Þetta er svolítið eins og að vera í keilu, menn falla og rís upp á ný og fljúa inn og út. Já, menn horfa á sjálfan sig hoppa inn og út og verða bara að taka því þar til yfir líkur. Ertu hissa á niðurstöðun í þessu kjördæmi? Hvað þitt framboð varðar? Áttirðu von á meiru? Ef ég horfi á þetta framboð hér, miðað við þjóðvakaframboðin landið, þá held ég að við hér getum unað nokkuð vel við okkar hlut. En vissulega hefðum við viljað sjá hærri tölur alls staðar. Kvennalistinn beið afhroð í kosningunum í öllum kjördæmum. Tíma leit út fyrir að flokkurinn myndi hverfa af þingi. Eftir að öll atkvæði höfðu verið talin kom hins vegar í ljós að flokkurinn hélt 3 þingmönnum af 5. Telma Tómasson. Þegar úrslitatölur fóru að birtast, var strax ljóst að fylgi við kvennalistan hafði minnkað verulega. Í öllum kjördæmum fékk flokkurinn þá verstu útreið sem hann hefur fengið, síðan fulltrúar hans komust fyrst á þing árið 1983. Já, þetta var nú ekki nógu hægt að útkoma fyrir okkur, en miðað við það að við vorum nú dottnar út á tímabili að þá unnum við nú varnarsigur þarna í nótt og erum nú harðlega glaðar yfir því að vera þá áfram inni þó að við þurfum auðvitað að skoða okkar stöðu núna og hvernig við vinnum úr henni. Eins og þú segir, á öðrum tímanum þá þurrkaðist flokkurinn hreinlega út. Hvernig leið ykkur á þeim tíma? Já, það var mikil spenna ríkjandi en við trúðum því nú að við myndum koma inn aftur. Við þóttumst nú vita það að við hefðum þó það mikil stuðning. Kristín segir ástæður fylgistapsins margar og samverkandi en greinilegt sé af niðurstöðum kosninganna að fólk hafi valið að styðja gömlu flokkana og hefðbundnar hugmyndir. Og vestur á Firði, Pétur Bjarnason náði ekki kjöri sem efsti maður Vestfjarðalistans sem var klofningsframboð úr Framsóknarflokki. Eggert Skúlason ræddi við hann í nótt. Eggert Skúlason, gjörðu svo vel. Jú, hann einfaldlega úti. Pétur, nú liggja fyrir loka tölur og þetta hafðist ekki. Nei, þetta hafðist ekki. En þú varst eins nálægt í og hægt að vera? Ég segi það nú ekki, en ég var býsna nálægt og þetta búið að vera afskaplega spennandi kosninganótt og til viðbótar mjög skemmtilega kosningavinnu. Þannig að þetta hefur verið skemmtilegt tímabil. Árangurum var góður, þrátt fyrir allt. Þú voru aðtöð að ég að keppa við ráðherra í ríkisstjórn. Það nokkuð stóran að deila. En ég tel að þetta framboð hafi náð verulegum árangri á mörgum sviðum. Og fólki sem unnið þarna hefur unnið gífurlega vel og ég vil færa því hér með þakkir mínar. Þetta hefur verið mjög skemmtilegu tími og ef til vill munum við og reyndar mjög líklega. Þannig við halda þessari vinnu áfram á ákveðinn hátt. Í Norðurlandskjördæmi eystra féllu 2 þingmenn þeir Jóhannes Geir Sigurgeirsson og Sigurbjörn Gunnarsson. Bjarni Hafþór ræddi við þá í nótt en þá stundina var Sigurbjörn reyndar inni. Eins og við vita það var búið að flytja það þingsæti sem ég sæti hérna í burtu og ég hefur sjálfum sér byggt allan mína andlegu uppbyggingu á því fyrir þessi úrslit að ég væri úti þannig að hitt væri þá mikill bónus en við höfum sérstaklega í dag fundið það að við erum að fá nýtt fólk þannig ég veit að við hafa eftir að bætast við þetta. Sigurbjörn, var Þjóðvaki að höggva hressilega í ykkur hérna svona fyrir þessar kosningar og þú segir því að við náðum að hala þetta svolítið tilbaka? Já, við höfum gert það eins og menn muna fyrir 1,5 mánuði birti spá sem að sýndi okkur með 4% hér í kjördæminu og ég held að við höfum á tímabili legið ansi neðarlega en það hefur verið öflug kosningabarátta hér í kjördæminu og þannig að þessar tölur fyrstu þær sýna svipað fylgi og kjörfylgi var í síðustu kosningum. Ég svona stemt á því að halda því og unni sáttur við það og ég auðvitað unni sáttur við það niðurstöðu sem verða. Rétt að geta þess að Sigurbjörn datt svo út. En Arnbjörg Sveinsdóttir nýr þingmaður fyrir Sjálfstæðisflokkinn á Austurlandi. Ágúst Ólafsson ræddi við hana í nótt.
Og hér hjá mér er Arnbjörg Sveinsdóttir sem að, samkvæmt þessu, er fyrsta kona sem að situr á þingi frá Austurlandi. Arnbjörg, já, þetta er kannski ekki alveg öðrugt ennþá. Nei, ekki alveg. Við verðum að sjá landsúrslitin fyrst áður en við getum farið að fagna sigri í alvöru hérna. En þetta er búin að vera spennandi nótt hjá þér? Já, mjög svo. Ég hef búin að vera hoppandi út og inn hérna eins og menn hafa séð. Mjög skemmtilegt. Gunnlaugur fór inn á lokasprettinu síðast og hann kannski leikur á því núna? Já, ég útiloka það ekki. En þetta allavega lofa góð eins og er. En ef svo fer að þú fer á þinga, þá ert þú fyrsta kona, eins og ég sagði áðan, til að sitja á þingi á Austurlandi og það er vissulega sögulegt. Já, það er sögulegt fyrir Austurland að það skuli komast á þing. Það hefur ekki áður gerst. Takk fyrir það, Arnbjörg. Já, þetta var Ágúst Ólafsson að tala við Arnbjörgu Sveinsdóttur á talningarstaðnum á Seyðisfirði, þaðan sem Arnbjörg er ættuð og býr reyndar. En eigum við ekki að fara að skipta yfir í pólitíska panelin? Jú, miklu meira pólitíkina því hér er Kristján Már Unnarsson með fulltrúa flokkana. Já, þetta eru nokkri helstu talsmenn flokkana hér af höfuðborgarsvæðinu og Reykjanesi og úr Reykjavík. Ef ég byrja á þér, Össur, hver eru stærstu tíðindi þessara kosninga að þínum mati? Já, það er náttúrulega það að ríkisstjórnin heldur vellið. Það eru hinn stóru pólitísku tíðindi. Fyrir okkur alþýðuflokksmenn þá eru kannski stærstu tíðindi þess utan þau að Jóhönnu Sigurðardóttir tókst ekki það ætlunarverk sitt að rústa alþýðuflokki. Við komum sæmilega út úr þessu og miklu betur heldur en við ætluðum fyrir örfáum mánuðum síðan. Finnur, hvað stendur upp úr að þínum mati? Já, það sem að kannski var lítið þá veist það snýr manni næst. Það er auðvitað Framsóknarflokkurinn vinnur mjög góðan sigur í þessum kosningum. Alveg í samræmi við það sem menn gátu búist við að kæmi út úr kosningunum en menn skoða skoðanakannanirnar. En það sem stendur upp úr í ríkisstjórnin heldur velli með svona tæknilega á þingi séð en hún er í minni hluta hjá þjóðinni. Það vantar 1,5% upp og hún hefur ekki nefn 48,5% þjóðarinnar að baki sér en hefur svona tæknilegan þing meiri hluta og það lítur að vera afskaplega veikt að ætla að vera með ríkisstjórn við slíkar kringumstæður. Geir, hver eru stóru tíðindin? Já, það er náttúrulega þessi mikli sigur sem Sjálfstæðisflokkurinn vinnur og svo staðreynda ríkisstjórnin heldur velli. Ég held að það sé það sem upp úr þessu stendur. Ég tel að Alþýðuflokkurinn hafi unnið bærilega varnarsigur í þessari stöðu og okkar sigur er meiri en það. Hann er virkilega góður árangur. Þannig að þetta er það sem upp úr þessu stendur. Ríkisstjórnin hefur 48,1 á bakvið sig, segja menn, en stjórnarandstaðan hefur nú heldur ekki meiri hluta ef maður tekur bara flokkana vegna þess að það fellur fullt af atkvæðum dauð á þessa litlu lista vitt og breytt landið. Er þjóðin að senda þau skilaboð að ríkisstjórnin eigi að sitja áfram að þínum mati? Það má alveg tólka það þannig, já. En það eru hins vegar margir aðrir möguleikar í þessari stöðu og það er það sem menn þarf að fara yfir á næstunni og skoða. Svavar, hvað stendur upp úr að þínum mati? Það sem stendur upp úr, eins og ég segi nú eins og Finnur, maður nefnir það sem stendur manni næst og það sem mér finnst vænstum kannski er það að við erum svona aðeins að vinna okkur upp úr öldudalnum hér, Gelístín í Reykjavík og bætum við okkur manni. Þrátt fyrir það að auðvitað hafi þessi þjóðvakalota þrengt að okkur mjög víða. En mér finnst hins vegar nauðsynlegt að menn átti sig á því að ríkisstjórnar meirihluti er ekki bara einhverjir þingmenn, heldur líka innihald. Alþýðuflokkurinn hefur beðið afhroð í þessum kosningum. Hann hefur tapað 3 þingmönnum og Evrópustefnan sem átti að fleyta öllu inn hjá Alþýðuflokknum, hún hefur raun og veru beðið skipbrot. Þess vegna finnst mér að það sé nauðsynlegt að menn gerir sig grein fyrir því að ekki einast að hafa stjórnarflokkarnir minnihluta, heldur eru hér núverandi eða stjórnarandstöðuflokkar, þar að segja Alþýðubandalag, Framsóknarflokkur og Kvennalisti, með marga þingmenn samanlagt og gætu auðvitað lagt af stað í stjórnarmyndunar viðræður myndun vinstri stjórnar með undir fullum seglum og jafnvel í sterkari stöðu heldur en Sjálfstæðisflokkurinn er einn. Þannig að spurningin er núna svo, ætlar Alþýðuflokkurinn í annað sinn á 4 árum, núna á þessum vordögum, að drepa vinstri stjórnarhugmynd. Þú talar um 5 flokka stjórn. Ég er að tala um 4 flokka stjórn. Alþýðuflokkurinn, ég er að tala um 4 flokka stjórn hér. Alþýðuflokkurinn hefur þarna lykilinn. Spurningin er, ætla þessir galvösku menn eins og Össur sem var að reyna að mynda hérna vinstri stjórn í nótt en hún datt nú jafnharðan út af skerminum, ætlar hann í raun og veru að grípa þetta tækifæri að hér verði til vinstristjórn og út með íhaldið. Áður en Össur fær að svara þessu, Kristín, stóru tíðindin að þínum mati? Já, ég er nú svona rétt að jafna með þetta nóttina sem var auðvitað mjög spennandi fyrir okkur kvennalistakonur. Þar sem að ég upplifði það, eða var fyrir þeirri reynslu að ganga hérna inn í beina útsendingu og frétta það að kvennalistin væri að þurrkast út af þingi. Það var mjög
mjög sérkennilegt. Mér fannst ég vera að ganga hér inn í farsa. Já, en hvernig sérðu framtíð kvennalistans? Á hann sér viðreisnar ofan úr þessu? Já, við lifum í lýðræðis þjóðfélagi og stjórnmálamenn verða bara að taka því sem að fólkið velur. Ég bendi nú á það að við vorum 3 ára á þingi, 83 til 87 og okkur tókst nú að halda mjög myndarlega uppi umræðu málefni kvenna og barna og við erum hvergi bangnar. Það sem mér finnst reyndar mjög sárt við úrslit þessara kosninga, það er að við skulum núna ekki hafa neina konu á þingi utan stór Reykjavíkursvæðisins fyrir kvennalistan. Össur, það er skorað á þig í vinstristjórn. Já, ég er nú dálítið hissa á því hvað Svavar vinur minn svona spenntur yfir þessum úrslitum. Hann kannski pínulítið spenntur yfir því að vinstra vorið varð ekki að neinu. En ég meini nú á það að Svavar Gestsson og hans flokkur, þeir hafa nú verið mánuðum saman að tala það að við værum hægra megin við Sjálfstæðisflokkin. Nú er allt í einu að fá okkur í vinstristjórn. Og ég minnist þess ekki að hafa fengið í póstkassan minn þetta fræga plagg sem þeir Ólafur kokkuð upp hérna eina kvöldstund. Getið þið ekki hugsað ykkur að tala myndun vinstristjórnar? Er það alveg útilokað að þínu mati? Þú ert sjálfur að tala það, ég hefði nú verið að reifa þann möguleika hér í nótt. Já, þannig að þú ert reiðubúin til að beita þig fyrir því að verði myndu hér vinstristjórn. Það liggur fyrir að þessi ríkisstjórn, hún hefur meirihluta og áður heldur en að menn fara að skoða þannig möguleika þá er það bara formsins vegna til dæmis rétt í stöðuna að þeir ræði saman eins og formennir hafa sagt að gerist ef þeir halda meirihlutanum. Hvort vildir þú frekar? Mér finnst þú ekkert fýsilegu kostur, Svavar. Nei, þú vilt frekar vera með Davíð. Þakka þér fyrir kærlega. Já, hvort vildu frekar? Við skulum bara skoða þessa stöðu. Ríkisstjórnin hefur meirihluta. Það er ákveðin ágreiningsefni þar uppi, menn þurfa auðvitað að ræða þau. Já, við skulum einmitt skoða þessa ríkisstjórn. Hún er með 32 af 63. Þetta er eins naumur meirihluti og hann getur orðið. Ef við skoðum þessa þingmenn, er þetta eitthvað sem er raunhæft, til dæmis í ljósi yfirlýsinga Þorsteins Pálssonar, í ljósi yfirlýsinga þingmanna á Vestfjörðum, þeir fara ekkert í ríkisstjórn nema kvótastefnunni verði breytt. Þeir vilja bara nýtt kvótakerfi. Sjáu þið, til dæmis Finnur, sérðu að það verði þessi ríkisstjórn, hún haldi áfram? Nei, það er auðvitað mjög erfitt að koma því heim og saman að ríkisstjórnin sé starfhæf til þess að halda þingmeirihluta. Við þurfum ekki að fara bara í gegnum þau mál sem hafa verið í kosningabaráttunum, sjá ágreiningsmálin á öllum sviðum, í heilbrigðismálunum, í tilvísanamálinu, í kvótamálinu, í mörgum alveg grundvallarmálum þar sem menn hafa verið að ásaka hvor annan það að nú sé verið að koma í bakið á hinum og þessum af því að hitt og þetta hafi verið gefið út. Þess vegna væri það auðvitað stórmerkilegt ef að ríkisstjórnarflokkarnir síðan bara gleyma fortíðinni og segja í dag, þetta er allt í góðu lagi, við auðvitað haldum áfram, þó svo að þeir hafi minnihluta þjóðarinnar að baki sér, en hafi tæknilegan þingmeirihluta. Þannig að það finnst mér líka vera alvarlega í stöðunni að þessi ríkisstjórn hefur ekki meirihluta þjóðarinnar að baki sér út af einkennilegu kosningafyrirkomulagi sem er mjög einkennilegt, að þá tryggir hún sér eins þingmanns meirihluta í þinginu. Geir, við lásum það frá fundum á Suðurlandi að Þorsteinn Pálsson, hann leit nú á samstarfið Alþýðuflokks sem nánast sísta kostin. Já, það er alveg ljóst að stjórnar meirihluti sem hefur bara eitt atkvæði umfram, það þarf að ganga tryggilega frá öllum málum fyrirfram í slíku samstarfi heldur en til dæmis síðasta kjörtímabil þegar við höfðum mjög rúman meirihluta í raun. Þannig að það þrengir stöðuna og gerir það erfiðara. Það bara er almenn staðreynd hvað sem líður þessum úrslitum núna. Þannig að auðvitað er ekki hægt að halda þessu áfram öðruvísi heldur en að menn setjist niður og semji hlutina. Ég bendi á að Alþýðuflokkurinn fer niður í 7 þingmenn. Það er mjög erfitt fyrir flokk sem ekki er stærri að halda uppi eðlilegu starfi í þinginu ef það eru mjög margir menn úr þeim hópi í ríkisstjórn. Þannig að það er mjög margt sem spilar inn í þetta. Aftur á móti er það líka, flækir það almennt málið í því alþingi sem mun koma saman innan 10 vikna. Að flokkum hefur fjölgað við þetta upp í 6. Það er ekki til þess að greiða fyrir svona vinnulaginu eða auðvelda hlutina í þinginu að það gerist. Hvort sem að það er nú myndu hér 4 eða 5 flokka stjórn, það er bara almennt líka. En vissulega er það rétt að það er óþægilegra að hafa mjög naumar meirihluta, en stundum gerir það líka menn ábyrgari og knýr menn til þess að standa saman. En það er semst ekki hægt að tala þetta nema á almennu nótum eins og staðan er. Svavar, sýnist þér einhver grundvöllur fyrir því að þeir geti haldið áfram? Já, mér finnst alltaf nauðsynlegt kannski að við áttum okkur á því að ríkisstjórn er ekki bara spurning hausatölu einhverra manna. Ríkisstjórn
snýst tiltekinn pólitískan veruleika. Núverandi ríkisstjórn, hún eins konar tveggja stoða lausn, svo ég vitni í þekkta samlíkingu. Það sem Alþýðuflokkurinn önnur stoðin, Sjálfstæðisflokkurinn önnur stoðin. Nú það ljóst að önnur stoðin sem var Alþýðuflokkurinn, hún hefur veikst. Ég segi ekki að hún sé orðin eldspýta, en hún mikið veikari en hún var. Og auðvitað væri það löglegt fyrir Alþýðuflokkinn að halda áfram stjórnarsamstarfi við Sjálfstæðisflokkinn. Það löglegt. En það siðlegt miðað við það hvaða útreið Alþýðuflokkurinn hefur fengið í þessu máli? Þannig ég teldi að það væri raun og veru eina svona eðlilega og rökrétta niðurstaðan af Alþýðuflokknum að hann segði af sér sem stjórnarflokkur og tæki síðan þátt í viðræðum við aðra flokka myndun einhverrar landstjórnar. Það held ég að menn þurfi að draga upp núna á næstu dögum og ég bendi á það að Framsóknarflokkurinn, Alþýðubandalagið og Kvennalistinn eru hérna samanlagt með 27 þingmenn eða fleiri en Sjálfstæðisflokkurinn og ég tel að það alvarlega við kosningaúrslitin og það slæma sé þessi sterka staða Sjálfstæðisflokksins. Ég tel það mjög alvarlegan hlut. Hann ber ábyrgð á atvinnuleysinu, gjaldþrotunum og fátæktinni frekar en allir aðrir stjórnmálaflokkar og það satt að segja óhugnanleg tilhugsun að verðlauna Sjálfstæðisflokkinn til áframhaldandi stjórnarforystu hér í landinu í næstu 4 ár eftir það sem á undan gengið. Þess vegna tel ég að allir jafnaðarmenn, vinstri sinnar eða hvað við vilja kalla það, eigi að kosta sér öllum til að koma í veg fyrir það að Sjálfstæðisflokkurinn haldi áfram á þessari braut. Svo er málflutningur af þessu tagi sem þjóðin hefur verið að hafna í þessum kosningum. Þetta ómerkilega tal að Sjálfstæðisflokkurinn ber ábyrgð á öllu sem illa hefur farið hér í þjóðfélaginu. Fólk tekur ekki mark á því. Það sýna þessi kosningaúrslit. Það kannski rétt að taka það fram hérna af því að hér ekki fulltrúi þjóðvaka. Það var gert ráð fyrir að hann kæmi hér, Mörður Árnason, en hann afboðaði sig fyrir 1,5 klukkustund vegna kvefs. Hans tími farinn. Og hérna við reyndum að fá Ágúst Einarsson en með það fyrirvarinn var því miður of skammur. En Finnur, það líka verið að skora á ykkur Framsóknarmenn í vinstristjórn. Já, það alveg rétt og staðreyndin hins vegar sú og mér finnst þetta kannski eins og ég tek undir það með Svavar, þetta snýst ekki allt saman það hversu margir mennirnir eru sem að mynda meirihlutann, heldur snýst þetta fyrst og fremst málefni og við höfum sagt það að þeir flokkar að aflokna þessum kosningum sem eru tilbúin til samstarfs við okkur atvinnumálin, endurreisn heimilanna, lífskjarajöfnunina og menntamálin. Það eru þeir flokkar sem við erum tilbúin til að starfa með í næstu ríkisstjórn og við munum auðvitað láta þessi málefni ráða með hvaða og til hvaða samstarfs við munum ganga. Komið það í hlut okkar að leita og reyna að mynda nýja ríkisstjórn en formaður Framsóknarflokksins lýsti því hér yfir áðan að hann teldi það vera eðlilegt og ég tel það líka vera eðlilegt að Framsóknarflokkurinn fái stjórnarmyndunar umboð vegna þess að hann sigurvegari þessara kosninga. Það alveg ljóst. Það fær engin umboðið ef að þessi ríkisstjórn heldur velli þá það alveg ljóst að forseti landsins hann kemur ekki inn í það ferli. Kristi, sérðu einhverja raunhæfa möguleika á því að Kvennalistinn verði í ríkisstjórn? Hvaða leið á hann í ríkisstjórn? Já, það eins og hefur verið bent á hérna þá höfum við alveg möguleika á því og ég tel nú bara augljóst að við munum reyna að halda mjög fast fram þeim málefnum sem að við lögðum megin áherslu á í kosningunum og ég held að það verði mjög erfitt fyrir hina flokkana að ganga alveg fram hjá þeim málum því að þau höfðu mjög mikil vægi í kosningunum og við munum leggja allt kapp á það að þeim verði sinnt í næstu ríkisstjórn hvers svo sem hún verður. Svavar, það gengur illa að fá Framsóknarmennina til þess að ákveða sig hvort þeir vilji fara? Nei, þetta erum við ekki í neinum stjórnarmyndur að vera hérna. Mér finnst þetta aldrei alvarlegt kannski sem að kom hérna fram hjá Össuri áðan að menn eru með það í huga, með skosti hann, að halda í raun og veru stjórnarmyndunar umboðinu frá öðrum. Það náttúrulega gengur ekki neitt. Forseti Íslands forseti Íslands auðvitað ræður þarna málum og ef það þannig að Alþýðuflokkurinn bendir á Davíð Oddsson til þess að móta og mynda næstu ríkisstjórn og þá hefur það sinn gang. En þá Alþýðuflokkurinn að gera upp hvort hann ætlar að vera til hægri eða vinstri. Alþýðuflokkurinn getur auðvitað ekki leyft sér að mínu mati að halda þessu frá til dæmis Framsóknarflokkurinn í þessu tilviki sem að vissulega sterkasta útkoma kosninganna hjá þeim. Þannig að mér finnst það ótrúlegt ef að menn ætluðu að vera svo ósvífnir að útiloka þann möguleika að menn reyndu að minnsta kosti að mynda vinstristjórn.
hvað sem að verður svo ofan á að lokum, sjáðu. Össur. Mér finnst það merkilegt að finna hversu djúp vonbrigði Svavars eru með kosninganóttuna. Það er greinilegt að þeir hafa trúað sjálfum sér að það væri eitthvað vinstra vor hér í vændum á forsendum Alþýðubandalagsins. Ég held að Svavari væri hollt að fá lítinn fyrirlestur hjá fyrrverandi stjórnmálafræði prófessor við Háskóla Íslands. Það sé að hjá Ólafi Ragnari Grímssyni sem einmitt var að ræða þetta í útvarpinu. Það er einu sinni þannig að þessi tveir flokkar eru búnir að vera í ríkisstjórn í 4 ár og ríkisstjórnin hélt velli og áður heldur en að verða einhverjar breytingar á því, áður heldur en að það er hægt að veita einhverjum umboð, þá þarf það að liggja formlega fyrir að þessi flokkar þeir ætli sér ekki að starfa saman. Það er alveg rétt sem að fram hefur komið að þessi meirihluti er afskaplega tæpur, en það er oft þannig að stjórnir sem að hafa mjög tæpan meirihluta, ef þeim tekst að hnýta sín mál rækilega saman áður en lagt er í verkið, þá er það oft góðar stjórnir. Þannig að það er greinlega að reyna þennan möguleika til þrautar. Já, hann verður ábyggilega ræddur hver sem niðurstaðan verður og það er líka annað. Og reyndur til þrautar, ef ég skil við. Já, það kann vel að vera. Gleymist í þessu sko, ríkisstjórnin þarf ekki að segja af sér. Forsætisráðherra þarf ekki að biðjast lausnar. Það er misskilningur Svavars Gestssonar. Þingmeirihluta bak við sig. Jú, má ég aðeins bæta við. Auðvitað er það alveg rétt. Hún þarf ekki að segja af sér, þá er að segja Davíð þarf ekki að segja af sér ef Alþýðuflokkurinn styður það. Þetta snýst Alþýðuflokki. Vill Alþýðuflokkurinn koma í veg fyrir það að aðrir stjórnmálaleiðtogar en Davíð Oddsson fái tækifæri til að mynda vinstristjórn eða ríkisstjórn í landinu yfir höfuð. Vill Alþýðuflokkurinn koma í veg fyrir það að Halldór Ásgrímsson fái tækifæri til þess að gera tilraun í þessu sambandi. Og það er náttúrulega alveg rosalegt ef Alþýðuflokkurinn telur það vera missjón í sínu lífösuminn að halda þessu, mér líka að segja með valdi, siðlausu valdi í höndunum á Davíð Oddsssyni. Lítið lagðist nú fyrir þig kappan, vinur minn. Það er eins og Svavar Gestsson haldi að Alþýðuflokkurinn hafi verið í þessari kosningabaráttu beinlínis fyrir Halldór Ásgrímsson. Mér finnst hann bæði fallegur og skemmtilegur en ég var nú í baráttunni þessa nótt og alla þessar vikur fyrir Alþýðuflokkinn og jafnaðarstefnuna. Ekki fyrir Halldór Ásgrímsson og alls ekki fyrir Svavar Gestsson. Svo baráttu þín mistókst þessu. Já, mér langar aðeins að fara út í aðra sálma. Það er útkoma flokksleiðtogana. Menn voru að velta því fyrir sig fyrir kosningar hvernig Jón Baldvin færi, hvort að hann yrði að segja af sér formennsku. Össur, flokkurinn er að tapa þarna verulegu. Getur Jón Baldvin setið áfram sem formaður? Já, alveg tvímælalaust. Mátt ekki gleyma því að í desember þá er verið að spá okkur 3 til 4 þingmönnum. Við höfum síðan verið jafnt og þétt að ná fylgi til okkar aftur og það er klofningur í flokknum hér í Reykjavík þegar Jóhanna fer. Þannig að Jón getur vel við unað. Þetta var svona traustur varnarsigur í stöðunni. Kannski hverjir er að vinna persónulega sigra, hverjir er að tapa, hvaða einstaklingar eru sigurvegarar, hverjir er að tapa? Ég færi bara stutt á umferð þetta. Hver er sigurvegarinn? Sko, ég tel að það sé Halldór Ásgrímsson sem er sigurvegarinn en ég held líka að Davíð Oddsson, hann vinnur góðan sigur líka miðað við þessa stöðu sem var uppi. Finnur einstaklingarnir? Ef þú lítur á stjórnmálaleiðtogana þá er það ekki okkur einasti vafi að sigur Halldórsson er langstærstur bæði fyrir flokkin á landsvísu og ekki síst í hans eigin kjördæmi. Þegar súlurrit sem voru að sína hér áðan sína það að síðan 1974 hefur sigur flokksins í Austurlandskjördæmi aldrei verið stærri. Það gerist hins vegar í Reykjavík að Davíð Oddsson, þar tapar Sjálfstæðisflokkurinn mestu. Þannig að það er auðvitað líka umhugsunarefni þegar menn fara að velta fyrir sér hver á að mynda hér ríkisstjórn. Geir? Já, ég tel að formenn Sjálfstæðisflokks, Framsóknarflokks og Alþýðuflokks hafa allir spilað vel úr sínum spilum í þessari kosningabaráttu. Halldór fær mjög góð útkomu, það er alveg rétt. Jón Baldvin gerir það reyndar líka, ég tel að hann hafi unnið mjög á í kosningabaráttunni, en fyrst og fremst tel ég nú að Davíð Oddsson hafi með sinni framgöngu í kosningabaráttunni snúið málinu við fyrir Sjálfstæðisflokki. En hvaða flokksformenn eru það sem tapa? Það eru auðvitað Ólafur Ragnar Grímsson og Jóhanna Sigurðardóttir sem að fá herfilega útreið í þessu miðað við þær væntingar sem uppi voru hjá þessum aðilum og allir þessi flokkar tapa þingmönnum. Það eru sitjandi þingmenn sem eru að falla hér og þar landið. Það fellur ekki einasti þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Við endurnýjuðum þingflokkina verulegu leyti í síðustu kosningum, fengum stærsta þingflokk í sögunni 26, nú erum við 25 og allir þeir sem að gáfu kost á sér í þessu kjöri, allir þeir þingmenn sem gáfu kost á sér í þessu kjöri ná endurkjöru. Ég er mjög ánægður með það að það gerist að menn út á landi sem að sömur töldu verið í hættu ná núna kosningu. Það var orðið ákveðin endurnýjun og það verða þarna breytingar. Það féll engin einstaklingur sem gaf kost á sér úr þeim þingflokki sem satt núna fyrir kosningar. Þannig að ég tel að það sé mjög ánægjulegt og skemmtilegt og auðvitað gaman að fá Arnbjörgu í þingflokkin. Já, Svavar, þetta?
Ég held að í raun og veru með segja til dæmis að því okkur varðar að þá komum við alveg bærilega út úr þessum kosningum. Ég bendi til dæmis á okkur hér í Reykjavík þar sem ég tel að staðan hafi komið vel út. Við bætum við okkur þingmanni og skiptum miklu máli í þessum sviptingum, ekki síst það sem okkur tekst að endurnýja okkar sveit nokkuð myndarlega. Ég tel líka að það hefði tekist að verja okkar stöðu til dæmis í Reykjaneskjördæmi og ef ég á að nefna einstaka sigurvegara í þessum kosningum þá leyfi ég mér að nefna líka til dæmis einstaklinga eins og þessa konu sem situr hérna við hliðina á mér. Ég meina, sem að var dottin út af þingi með mann og mús hér í nótt þegar hún var hér síðast. Kristín. Og ég tel líka til dæmis maður eins og Kristinn H. Gunnarsson að hann nái að spilla við fótum ótrúlega vel í sínu kjördæmi. Þannig að ég held að ég líka að horfa á hlut svona einstaklinga eins og Kristínar í þessu samhengi. Kristín, hvaða einstaklingar eru standa uppi sem sigur? Af flokksleiðtogum þá tek ég nú undir það að Halldór Ásgrímsson kemur mjög sterkt út úr þessum kosningum. Og Jóhanna aftur tapar svona miðað við það sem skoðanakannanir höfðu spáð. Það sem ég finnst nú merkilegast við og athyglisverðast við þessar niðurstöður árangur Sjálfstæðisflokksins. Honum hefur tekist að snúa dæminu við. Þarna hefur farið í gang mulningsvél Sjálfstæðisflokksins þegar þeim sýndist þeir vera að tapa og það er svona umhugsunarvert hvað þeir geta gert með afli sínu og fjármagni þegar að illa stendur. Með þessum orðum ljúkum við þessari umræðu og ég þakka fyrir komuna. Við skiptum aftur til ykkar á háborðinu. Takk fyrir Kristján og við skulum aðeins líta á litlu atkvæðagreiðslurnar frá nýliðinni nótt. Sameining Helgafellssveitar og Stykkishólmsbæjar var felld samhliða alþingiskosningunum þannig að kjósa þarf aftur til sveitarstjórnar á Snæfellsnesi í þessum plássum. Hvergerðingar ákváðu að leyfa opnun áfengisútsölu í bænum samhliða þessum kosningum. Það var nokkuð góður meirihluti fyrir því í Hveragerði. Og eins voru menn að kjósa nýtt nafn á sameiginlegt sveitarfélag Keflavíkur, Njarðvíkur og Hafnar samhliða alþingiskosningunum í gær og Suðurnesjamenn ákváðu að kalla nýja bæinn sinn Reykjanesbæ. En það vakti sérstaka athygli við þessa kosningu að 70% atkvæða í þessari kosningu nafngift þessa nýja sameinaða sveitarfélags voru auð eða ógild, þannig að stór meirihluti Reykjanesbæinga á móti þessu nýja nafni. Þetta. Jú, við ætlum að bæta því líka við að lögreglan í Reykjavík og víðast land segir að kosninganóttin hafi farið fram með friði og spekt. Sums staðar hafi hún jafnvel verið óvenju róleg af helgaranótt að vera. Af því má ráða að fylgismenn flokkana hafi verið spakir þrátt fyrir mikla dramatík á meðan á talningu stóð. 8 klukkustunda kosningavaka stöðvar 2 bylgjunnar að baki ásamt þessum röska klukkustunda fréttaskýringa þætti úrslit kosningana. Við þökkum fyrir okkur og minnum á 19:19 í fullri lengd. Ég reyndar allt til klukkan 8:30 í kvöld þar sem formenn flokkana koma og ræða við Ólaf E. Friðriksson og Kristján Má Unnarsson pólitísku spilin sem nú eru á hendi. Við þetta þökkum fyrir okkur að sinni. Verið sæl.